Góðan daginn hér. Allt á sínu stað, segi ég. Hérti og engin spil. En þeir eru nú ekki mikið fyrir það að spila. En höfum engar skoðanir á því hvað þú aðrir gera. En við kveikjum einu kerti á. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá. Svo til vera verði ekki grá. Þú torun hundleður á þessu stefi. Sé það á þér. En það ýmislegt sem við þurfum að þola sem að bara gengur með okkur. Og þetta svo sem ekki verið en margt annað. En við horfum nú fram hjá því allir saman því að við erum að fara á stund sem ætlar að hvetja okkur að orði Guðs. Hér er þýðing frá því, ekki 1911? Og hér er því á 2007. 2007. Ég veit ekki, ég þekki ekki söguna, ég veit ekki hvort að þessi Biblía var umdeildari þegar hún kom út en þessi Biblía. Ég veit það ekki, ég þekki ekki söguna. En ég reikna með að ýmsir hafa nú haft ýmislegt þessa að segja, rétt eins og þegar þessi kom. Það höfðu nú margir ýmislegt verkefnið að segja. Og fannst hoggið í orð Guðs. Og þetta er náttúrulega bara vísbending til mín og þín það að fólki þykir vænt orð Guðs og ekkert saman það. En drottinn veit allt og veit að okkur þykir vænt það. Og þess vegna setta niður klásúluna sem ykkur hluta menn virðast alltaf horfa framjá, að hann vakir yfir sínu orði. Auðvitað er hann að hvetja mig og hugrista mig sem að veit núna það sem að ég er með, þetta er öruggt. Af því hann vakir yfir sínu orði og hann ætlar ekki að treysta þér fyrir eingöngu sínu orði. Hann ætlar að gera það sjálfur. Og þetta er það sem að ég hef huggað mig við. Og því alveg sallarólegur á þessari þýðingu. Ég hef aðeins litið í þessa þýðingu en ég svona var að segja á þarna líklega, ég þekki það náttúrulega ekki. Verið jafn mikið deilt þessa þýðingu og þessa. Já. Við höfum skoðanir á orðinu. Og akkur er það nú? Að því orðið er svo rosalega stórt. Þess vegna höfum við all með einhverjum hætti skoðanir á orðinu. Hvernig ætlar þú til að mynda að vera á móti orði Guðs og koma gegn orði Guðs nema að hafa skoðanir á því? Og við veitum að fjölmargt fólk kemur gegn kirkju. Af hverju? Af því það hefur skoðun á kirkju. Réttaskoðun, rangaskoðun. Ég reikna með að skoðunin sem uppi sé röng. En breytir ekki því að menn koma gegn vegna þess að hafa skoðun á. Við höfum skoðanir á Biblíunni. Og teljum, já, til að mynda þessa þýðingu ekki vera þá réttu og staðhæfum og hullirðum, en ég blæs á það, að því ég treysti Guði. Ég veit það ekki, það getur vel verið að mönnum finnist þetta röng niðurstaða. En ég verða að treysta Guði, ef ég get ekki treyst Guði. Hverjum þá? Maður verður að treysta einhverju einhvers staðar.
Maður getur ekki allt heiminn að þessu leyti sem treystir engu. Engu. Ég vil ekki vera þar, ég ekki maður sem treystir öllu, en ég vil treysta þessu, að því maður verður að eiga þetta til þess að uppörva sjálfan sig og hvetja sjálfan sig í rétta átt. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir mig og þig og okkur að við séum vel að okkur í orði Guðs, og það kennt hérna aftur og aftur að ef ég vil ekki bera ábyrgð á þessu, þá ætlar þú líklega að bera ábyrgðina fyrir mig. En ég get verður því miður að hryggja það því að þú ert ekki fær það. Af hverju? Af því að þú ert ekki ég. Ég þarf að velja og hafna sjálfur. Og ég vel og hafna sjálfur. Og ég vel að styðja þetta verk og hef alltaf gert alveg frá byrjun. Og það er ekki vegna þess sem menn að segja, heldur vegna þess sem orð Guðs segir að hann vakir yfir verkið sína. Og ef hann vakir ekki yfir orði Guðs, þessu rosalega mikilvæga orði Guðs fyrir hans fylgjendur, hvar erum við þá stödd? Þá er fokið flest skjól, og því, kæri vinur, vill ég ekki trúa. Þess vegna get ég ekki tekið undir þessi orð, og einhverju sjálfskipaði spekingar haldi því fram, að ég segi þá hafa rangt fyrir sér og bendi á orð Guðs sjálft sem staðfestingu. Og ég vissum það að menn þeir komast nú út úr þessum strákapörum sínum, að þeir hljóti að viðurkenna þetta. Og sé því alveg salla rólegir með það orð sem þeir eru með. Þetta er ekkert annað, kæri vinur og vinkona, en hártogun fram og tilbaka, og ég nenni ekki að vera að standa í því. Þess vegna vel ég, og ég segi, þetta er orð Guðs, og af þessu orði ætla ég að læra. Ég ræði ekki skoðunum annara, bara því miður. Og eins er það með þig, þú ræður ekki skoðunum annara og segir kannski eins og ég, því miður. Allt vitinn maður. Það er nú bara þetta og ekkert meira enn í öðrum, en vitsamt, alveg svo ég þér. Við erum vitibornar manneskjur. Með ýmsa hæfileika og fullta hæfileikur reyndar, sem sum okkar notum í þágu drottins. Og það að vera með sérstakann þátt það sem hvetur menn að orði drottins, hlýtur að vera þokkalegt verk. Það skildi maður nú ætla. Hvernig sem menn hins vegar líta á þetta, það er ekki nokkuð leið að gera sér grein fyrir því. Við vitum að vantrúin er nú ekkert að horfa á þetta, held ég, eða hvað veit maður. En ef hún horfir á þetta, þá er hún alveg stórhættulegu stað, vantrúin, því svo getur verið að drottinn miskunnaði sig yfir hana. Og hvað gerist þá? Frelsið er framundan. Og þá tekur í dag vantrúin, sem hryllir við þessara bók í sinni vantrú. Opnar hana okkur að þú vill fræðast verk Guðs sem henni hryllti við áðan. Veistu ekkert á þetta? En veit aðeins meira núna en þá var. Hún sagði, ég var bara haldin vantrú, minn kæri. Það er svarið. Alveg eins og ég var eitt sem haldinn vantrú, en fekk svo trú. Þá átti ég ekki Biblíu, ég átti aldrei Biblíu eins og ég oft sagt. Og ég var biblíulaus og ekki maður verkanna að því leyti. Að fá mig Biblíu, ég kom strax ég var að kaupa í Biblíu og drengur var að gera það.
og það var maður sem ég sótti þá oft heim og var svona minn grunnkennari í fröðunum. Það var alltaf að segja að það var að fóða biblíustrókur. Já, ég er að drífa í þessu. Svo þessi þegar ég er að fara prófunum, þá heldur hann á, já, hann var reynda búinn að gefa mig Nýja testamenti áður og lítið hver. Svo heldur hann og heitli biblíumaður og leður klæddri, í leður svona bandi og ja, leður, og ja, þú veist hvað ég er að tala um. Hvað segir þið mig? Þú ert líklega maður sem gerir ekki hlutina. Og ég man ekki hvað ég sagði, ég held ég ekki sagt neitt. Þannig að þú mátt eiga þessa. Og rétti mig bókina. Ég þakkaði þetta fyrir hann og sagði hvað, en þú? Já, ég fæði mig bara nýjasta. Ok, takk fyrir þetta. Og þá fór ég að lesa þýðinguna sem var undan þessari. En litla hverið var þýðing sem var undan 81, ég man ekki hvernig hún kom. Þannig að í raun og veru er ég búinn að vera að stúdera upp úr 3 þýðingum. Og ég man eftir því, ég las fyrstu þýðinguna sem að ég fekk í hendurnar, það var ekki þessi var lengur komið á. Hún kom 1911 eða ekki. Og ég sá fullt af svona, þær voru ekki eins þýddar. Og ég var að njóta sumar þýðingarnar. Maður leist nú ekki alveg nógu vel á þær. Frá því sem ég var vanur og það sem ég var með núna. Þetta er maðurinn. Þannig að þú verður, ef þú ætlar að halda velli, að treysta Guði. Þú hefur engan nema bara til að treysta Guði og þú getur treyst honum af því þú ert að lesa orðið, þar segir hann. Ég mun sjálfur standa vörð mitt verk eða eitthvað í þeim dúr. Og þú veist að þetta er þarna. Akkur er það þarna? Til að gera þig og mig og okkur róleg. Og segja við okkur, Konráð, nefndu nafnið þitt, við verðum að treysta einhverju. Ekki rétt. Ég treysti orðið Guðs og það fær mig enginn ofan að því. Því get ég lofað þér. Því ég lifi fyrir þetta, ég geng með Kristi og ég er að ganga réttan veg með Kristi og lærdómur sem ég er að fá og hafa mestu þetta úr þessu orði er að gagnast mér eins og því ber að gagnast mér. Ekkert minna heldur en það. Þannig við þurfum að svona aðeins að setjast á strákin okkar sem er svolítið hrokafullur og það er á stutt í hann að hroka og þetta er ekkert af neinunum að hroka, segi ég, að halda þessu bara blákalt fram. Og ekki einu sinni að depla auga þegar maður segir þetta. Þetta er skýringar á öllu vinnu minn og ein skýringin er, náttúrulega svo mikilvægasta, að Drottinn vakir yfir sínu verki. Ertu ekki ennþá að grípa þetta? Þetta er til þess að gera þig og mig og okkur rólega. Og þess vegna er ég alveg sallega rólegur yfir þessu öllu saman. Ég elska Jesú og ég veit að hann elskar mig og hann ætlar mér að koma mér alla leið. Og hvað er endastöðin? Himnaríki Guðs. Að hann lægi máls á því að stafkróku væri hreyft þessari bók, að hvar væru við þá? Hvar væru við þá ef við einhvern að velti fyrir okkur? Ég veit það ekki. En ég held, ef þetta hafi verið gert, þá er það ekkert í fyrsta skipti núna sem að það hefur þó verið gert. Útilokað. Að því sem ég sagði áðan, Drottinn varðveitir sín verk, algjörlega. Til að ég og þú og við gætum verið róleg yfir einhverju. Við verðum að halda í einhvað gott.
og vera það vel aðstyr í orðinu að við bara meðtökum þennan einfaldleika, hann vakir yfir sín orði. Hvað er einfaldara? Akkur er hitt? Að þið menn að þykja kennslu frá hinum á þessum og hinum, og hinum að þessum og hinum, og svo þið bara komnir á þennan stað. Já, þetta er alltaf að tóa í þetta mál. Ég var að hóma hebresku biblíuna, það er eina sem gildir. En akkur er þið svona vissum og hún sé þá rétt? Já, þess er ekki rétt. Sjá ekki, við erum bara í tómu tjóni ef við erum þarna. Þannig að þetta er það sem við þurfum að laga, og ég get ekkert gert þarna nema bara benda á þetta. Bara bent orð Guðs og sem segir þessi orð sem að ég hef verið að tönnlast á hér, hann vakir yfir sín orði. Akkur vilja menn ekki meðtaka þetta? Að þeim er svo gaman að tala sumum að hálfa væri nóg. Svo þið bara fastir í sínu tali. Ágætis menn og allt það, vantar ekki. Við þurfum að standa vaktina við mínur og vita hvað snýr fram og aftur á þessu. Því við getum það svo hæglega. Við erum með bókin okkar, við lesum hana og við tókum næringuna úr henni, að þetta er næring sem Drottinn ætlar okkur. Að því hann vakir yfir okkur. Trúðu mér með það. Akkur er ég að tala um þetta? Akkur er ég að tala um eitthvað yfir höfuð? Því ég hlýði Guði minn geri. Þess er ég að tala um þetta. Og ég trúi því nú reyndar að einhverjir svona sperri eyrun. Þannig er það nú þegar Guðsorð talar, þá er það nú alltaf einhverjir sem sperri eyrun, og ég er nú náttúrulega Guðsmaður eins og þú veist, og það kemur nú fyrir að ég sperri eyrun. Sperri eyrun. Þetta er svona máltæki sem menn kasta fram þegar einhver vaknar af einhverju og þetta er svona einhver athyglis, það er að sperra eyrun. Þetta er gaman. Og sjálfur elska ég orð Guðs og ég hef alltaf gert, alveg frá því ég fyrst vissi að var til Guð, þá fór ég strax að elska þetta orð. Ég hef lítið og ég vissi orðið á því andartaki, það var nú bara 0, ég vissi bara ekki neitt. Ég vissi svo lítið að náttúrulega ég kann að lesa bók og eins og þú veist, þá byrjar á blaðsíðu 1 í bók og ég fór á blaðsíðu 1 í bók og það er fyrsta Mósebók. Það get mennið það. Og ég las fyrstu Mósebók, ég man ekki hvað ég las margar Mósebækur. Þangað til einhver sagði mér eða hvort maður konstaði sjálfur, ég man ekki hvort, ég held að einhver hafa spennt mér á það. Já, maður les nú ekki í Biblíun og svona. Það var ég búin að lesa jábyggilega fyrstu og aðra Mósebók. Kannski þriðju líka. Ég var búin að lesa hellingi inni. Í þessu bóku, þetta var náttúrulega merkilega bækur en þá náttúrulega lokaði ég bara bókinni og lagði hann á þessu niður, skoða málið, maður er alltaf að skoða málið, þú veist það. Og svo fór ég, fékk gott ráð, því ég veit það að þessi maður, hann gaf mér fullt af flottum ráðum. Og svo fór ég eitthvað að tala við hann um það, ég held að hann, þessi ágæti vinur minn hafi bent mér á þetta að maður lest nú ekki Konráð minn bókin og svona. Þetta les maður kannski Guðspjöllin eða les maður kannski bréfin eða hvernig sem en maður grípur í Biblíuna hér og hvar. Oft. Reyndar hef ég nú, það var líka samkvæmt hans ráði þess ágæta manns sem að ég tók það upp eftir og ég tók margt upp eftir honum og er ennþá með það uppi. Hann sagði mér, ég les nú bara Matteus og Guðsvall og alveg bara Biblíun út
enda á opinberunarbókinu, svo byrja ég aftur á Mattheus og þetta hef ég gert síðan. Mér finnst það gott og einhvern veginn nær maður betur í svona heildarmynd þegar maður gerir þetta svona. Og ég les á morgni dags, byrja alltaf á því að lesa, á morgni dags einn kafla, aldrei meira. Það kemur alltaf fyrir að ég lesi meira en einn kafla. Og hérna, það er ágætis veganesti. Og Drottinn gaf mig færni til að skrifa. Og ef þú lest eitthvað af þessum pislum sem ég er að skrifa á morgni dags, þá skal það opinbera hér að svona 99% af þeim, hugmyndin að þeim, er úr því sem ég er að lesa og upp úr Biblíunni þá og þá. Og þetta, þá veit ég að ég hef þetta að skrifa, en yfirleitt þá er maður að fjalla eitthvað af það sem maður var að lesa, en stundum fer maður út í aðra sálma, þá aðra sálma sem að tengjast orðið Guðs, en ekkit endilega það sem maður var að lesa þá. Þó það sé oftast nær reglan. Allt vegna þess að maður er að stúdera bókina. Og það er einmitt það sem þætti er að ætla, að þú stúderir orð Guðs. Og hafa engar skoðanir á því þannig séð. Leyfðu öðrum að hafa allar skoðanir á orðinu. Trúðu bara orðinu. Það hef ég valið fyrir mig og ég hef gjörði fyrir neinu skakkaföllum með að taka þessa afstöðu. Og af hverju? Allir Guð vaki bara ekki yfir mínu lífi alveg á þínu lífi. Og varðveiti það og vilji að það sé á réttri stefnu. Auðvitað. Það er það sem hann vill. Og hann gerir það sem þarf til að svo sé. Og segir honum minn, lestu og stúderaði orð mitt. Og það hef ég gert frá því að ég frelsaði. Og fór svona, komst í gang með það tókum kannski einhverja vikur, en það var ekki svo langur tími. Og síðan hef ég verið þar. Hafa margir yfirgefið svæðið frá þessum tíma, já, nokkrir. Eins og ég hef enga skoðanir á því. En þetta er allt saman vini, eða margir, jú, þetta er nú allt saman vinum að sem maður er með þó í hjarta sínu þessa blessuðu menn, en það verður vist hver að fá að ráða sínu lífi. Og mér þykir vænt það, maður finnur það í hjarta sínu að þetta er nú samt allt vinum að segja og það eru verðmæti. Þó ekki séu við neitt þannig séð saman lengur. Og hittust suma hefur maður ekki hitt lengi og suma árum saman. En oftar aðra. Maður veit ekki hvar allir þessir ágætu menn eru. Maður hittir þá ekki og sér þá hvergi og engi skilaboð neins-staðar. En það verður náttúrulega bara að vera eins og það er. Ég ætla bara að þjóna mínum Guði og ég ætla að vera stilltur og góður strákur og benda á það sem að ég veit að er kristnumanni kærast á öllu því sem er kært. Og þess vegna erum við með orð Guðs á okkur og yfir okkur og elskum að vera með það þar. Orð Guðs næri hjartað og þetta vitum við og höfum vitað lengi. En áhaldum hvað menn eru svona stabílir við þetta blessaða orð. Við erum núna í predikarannum sem að þykir nú merkilegur maður, predikarinn og viti borinn með afbröðum og sennilega ekki áður verið vitarari maður á jörðinni ef Jesús sjálfur er undanskilinn. Það var allavega mjög vitur og mælti mikla speki sem við getum notað og hafa nýst kynslóðunum, já, fram til dagsins í dag. Predikarinn var hann ekki
Já, hann var sonur Davíðs konungs og hann var einn af strákunum hans. Ekki manni nú með hvaða konu hann gat ágættan predikaran, Davíð að byrju hvað heitir hann, og predikarans, hvað hét hann? Hann hét nú eitthvað, hann hét ekki predikar, en ég man það ekki. En allavega hann skrifaði þessa merkilegu bók sem heitir Predikarinn og fræðimenn og vitringar og allir sem að koma að henni verða vitrari og ég og þú einnig. Margt merkilegt. Fyrsti kafli, ég var að lesa eitthvað þar. 16. vers. Ég hugsaði með mér, ég hef aflað mér meiri og viðtakari spekir allir sem ríkt hafa yfir Jerúsalem og undan mér og hjarta mitt hefur ríkulega kynst speki og þekkingu. Ég lagði allan hug á að þekkja speki og þekkja flónsku og heimsku og komst að raunum að einnig það væri að sækjast eftir vindi. Þegar mikill speki fylgir mikill angur og sá sem eigur þekkingu sína, eigur kvöl sína, segir predikarinn. Og er mikil speki mælt. Hann leitaði predikarinn og fann og svo að sjá að þetta meira og minna hafi ollið honum og valdi honum bara mæðu og hugar angri sem hann vissi. Af hverju? Það ekkert allt neitt sérstaklega fallegt í þessum heimi. Og þegar þú færð að grafast eftir þessu að þá færðu yfir þig bara flóð af alls konar sem þeir líkar ekki við. En náttúrulega sleppir ekkert við vegna þess að núna veistu þetta. Þetta árangurinn af því að hafa grafið í þessum kistum. Að þú veist þetta og þetta þekkingin góð, en hún getur líka mætt þig. Ekki svo skilja að við leitum ekki áfram þekkingar. En það ágætt að vita þetta getur líka mætt mann að vita of mikið. Hvenær veit maður of mikið? Þegar maður veit of mikið og áttar sig á því að maður veit allt of mikið. Akkur veit maður svona mikið? Þegar maður fór á einhvern tímann að grafast fyrr eitt og annað. Maður fekk þetta yfir sig og svo kannski dauðsá maður eftir að vita þetta. Það betra að vita þetta ekki. En þú veist þetta og ég veit þetta. Og hvernig ætla ég að koma mér undan því? Ég get það ekki. Þetta bara mun fylgja mér. Ekki svo að skilja að það þurfa að vera einhver síja á þessu. Þú má náttúrulega aflaðir allar þeirra þekkingar sem þú veist. Það er líka allt til að vita að þetta getur valdið manni svona sérstökum vonlíða. Og það gerði það greinilega með þennan vitrasta mann jarðarinnar fyrir utan Jesú. Predikarann. Hann setur þetta þarna fram, af því að hann vill að þú lærir, af því sem hann reyndi. Þessin erum við að setja eitt og annað fram, að við viljum að menna læri af því, af því að við höfum þessa reynslu. Hún er stundum góð og oftar vonandi, en stundum er hún bara aldeilis ekkert góð. Og þó þegi yfir henni. Ef þú vilt að menn læri ekki, þá skaltu þegi yfir henni, já. En ef þú vilt að menn læri og noti þessa reynslu þína, þá skaltu setja hana fram. Og þess vegna er Biblían skrifuð, hún er með alls konar í og allt sett fram, bæði gott og vont, til að þú lærir að því og forðist að fara ofan í þessar gjótur eiginlega sem hinn rapar í aftur og aftur. Þetta er allt saman varnaðarorð til að okkar líf verði betra. Og þess sumir lífa þannig lífi að það er sem einfaldast. Og ég held að það sé besta lífið, þetta einfalda líf. Og þetta er allt saman í orði Guðs. Það er allt þar sem þú þarft að vita til að eiga góða daga. En eftir eitthvað að grubla í henni. Eftir eitthvað að nota hana. Þetta er staðurinn sem er allavega að hvetja þig til að nota þetta. Og þú ert einstaklingur og þú hefur hönd og þú hefur augu og þú kannt að lesa og þú átt að nota þetta. Ekki fyrir mig, þetta er fyrir þig sjálfan, bara eins og ég. Ég er ekkert að þessu til þess að geta sagt þér, ég er alltaf að lesa í Biblíuna maður. Þeir varðar ekkert og þeir eru alveg sama.
en mér ætti ekki að vera sama og mér heldur ekki sama. En það snýst það hvað mér finnst gott fyrir mig. Og ég reyna að fara þann veg sem betri fyrir mig en einhver annar vegur. Þess vegna líka stúdera ég Biblíuna. Þess vegna líka hvet ég menn til þess að stúdera Biblíuna. En ég get ekkert gert neitt meira en hvatt menn í átt að þessu orði. Ég hvet sjálfa mig þangað og ég vinn þessa vinnu sem þarf fyrir mig. En ég ekki þú og þú ert ekki ég. En ég sem manneskja get og má hvetja þig að þessu góða verki Guðs vegna þess að það sem hefur reynst mér vel, ég veit að það getur líka reynst þér vel. Þó við séum sitt hvor manneskjan með sitt gott bakgrunnin og allt öðruvísi manneskur þannig séð. En þetta eigum við sameiginlegt að Guð skóp okkur. Hann gaf niður sitt orð og sum af okkur hefur hann tekið til sín og gert það þessum trúuðum manneskjum og það þessi trúaða manneskja sem leitar í orði, hinn hvort þið ekkert að leita neitt í hana. Alveg svo ég. Eins og ég sagði, ég var komin á fertugsaldur þegar ég frelsaðist eða var ekki annars. Ég fæddur 53 og ég frelsaðist 89, ég ekki fertugt og ég man það ekki. Allan ég ekki gamall og ég í dag, svo mikið veit ég. En þá var ég alveg blankur í Biblíunni. En fyrsta hugsunin sem kom þegar ég frelsaðist, það gerðist bara svona, ég var að fá mig Biblíu. Sjáu ekki hvað Guð lagði strax áherslu á hvað þannig mann var það. Ég veit ekki hvað fyrsta hugsun kom til þín þegar þú frelsaðist. Kannski var það líka, fáðu Biblíu strákur að stelpa og við skulum stúdera hana saman nákvæmlega. Hann með þér í þessu. Þú ert ekki einnið þetta. Og þegar þú ert komin að þannig stað að vilja gera þetta verk, þá máttu vera alveg viss það. Alls konar fróðleikur sem þú varst kannski ekkert að leita að biðja stekkur á þig. Þannig orð Guðs. Veistu af hverju? Það lifnar við þegar það kemst í hjarta. Því það eru skilyrðin til að lifga. Stjórnstöðar mannsins, segir í orði Guðs, í hjartanum. Og sá sem þar núna heitir Jesús. Hann góður Guð og hann elskar að útskýra fyrir þér það sem þú getur tekið við núna. Og þegar þú getur tekið við því, þá líka kemur hann með útskýringu. Allt þarf sinn tíma til að vinna og verka, líka orð Guðs. Þess vegna hvet ég við menn til þess að lesa orðið og stúdera orðið, því orðið í hjartanu það vinnur. Svartinu komin opinberun á þetta orð af því það í hjartanu. Augun fluttu þau í hjartað. Þetta leyndardómi sem ég kann enga skýringu á, en ég veit að þetta svona. Ég veit ekki hvernig þetta tala til þín og ég veit reyndar ekkert hvernig orðið vilja tala til þín. En þetta sannleikans orð og þetta það sem að ég hef reynt margsinnis og alltaf að reyna og ég veit að þú sem trúumanniski hefur reynt nákvæmlega sama og ert í algjörlega samstíga þessum veita kalli. Alltaf að leggja af maður. Nei. Já, ég hef aðeins lagt af en ég ekkert að gera nýtt í því. En ég legg af að ég svo latur orðið að elda, ég nenni því ekki. Það bara gott. Það ekki að ég svo hlúðustur. En hver oft hefur maður ekki gert það? Við makkaða bók, nei, takk, ég hef ekki áhuga fyrir henni. En Matteus og Guðspjall aftur á móti hefur mikið áhuga fyrir. Akkur ekki makkaða bók. Sérviska mín segir við mig að þetta sé nú, að ég las það einhvern tíma og ég veit að þannig að þessar apríkófu bækur ekki viðurkenndar af öllum fræðimönnum og sem spekingum í orði Guð og þess vegna mér í nöfn þessar bækur mest leitt að það skildi hafa verið sett í Biblíuna.
það var nú einhvern tímann á árum og öldum áður í Biblíunni, það var fjarlægt úr henni en því miður var það sett í allavega einhvern part af útgáfunni 2007 og ég hef aldrei sætt með það og ég les þar aldrei ég eiginlega hef engan áhuga á því að því að maður vill þetta sé allt saman staðfest að réttöfum það sem maður er með í höndunum og orð Guðs án Abrikófubókana er staðfest af öllum sem að til þekkja og taka ákvarðanir í þessum málum og ég vil trúa því og hafa það þannig. En við erum hérna með Mattheus og Guðspjall maður, tíminn líður. Það er merkilegt maður, tíminn líður. En við erum í Mattheus og Guðspjalli og erum að aðtóa hvað við eigum að lesa, kannski lesum við í 18. kaflanum, Mattheus og Guðspjall og það er nú aldrei flott kennsla maður, sniðin að okkur. 23:18 Þá gekk Pétur til hans og spurði, Drottinn, hve oft á ég fyrirgefa bróður mínum ef hann misskýrir við mig, svo sem 7 sinnum. Pétur vildi vita, hvenær má ég hefna mig náðan? Eftir 7 skipti, eftir 7 fyrirgefningar er það í meira. Það er minna. Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Ef ykkur kemur til mín og ég fyrirgef honum, gerði eitthvað á hlut minn og ég fyrirgef honum og svo, já, ok. Þannig að fyrirgefningin er bara endanleg. Fyrirgefðu eða fyrirgefðu ekki. Það er þetta sem Kristur er að segja. Ég segi, fyrirgefðu og verður fljótur að því að þú vilt vera hetja sem ég veit að þú vilt vera, þá skaltu vera fljótur til að fyrirgefa. Ég segi það í dag, það eru hetjurnar mínar í dag sem gera það. Ég man eftir einu bróðir sem að sagði, það var eitthvað suttur orðað eitthvað og sagði, svo fór hann þá hljóp kollan og ég er búin að fyrirgefa þér og mér finnst þetta gott hjá honum. Svona að gera þetta. Þannig að bara skilja með þetta með sér og það er ákveðið sátt sem komin er bara strax áður en nokkuð meira gerðist. Hann gat þetta og ég veit að hann gerir þetta og þess að þykir mér óskup vænt við þennan bróðir. En hann er náttúrulega bara maður eins og ég og þú og lendir í jafn mörg og ég og þú. En hann gerði þetta og ég heyrði að hrópa þetta eftir manninum. Mér finnst þetta alveg svakalega stórmannlega gert. Þetta er að vera trúið manneskja í verki. Þetta er þetta sem Kristur er að boða. Hann segir okkur að vera skjótir til sátta. Og þess vegna vitum við þetta að því við erum að lesa orðið. Þannig að þú sér að það er alveg full ástæða til þess að hvetja menn að orði Guðs. Ef þú vilt hvetja menn til góðra verka, þá er þetta lang besta verkið. Orð Guðs að ég að lesa og nema er best. Því það fyrir hjartað sem vorum að tala svo allt í henni kemur opinberun á hvað það merkir í raun. En það gerist ekki nema að fara í hjartað og til þess að þetta komast í hjartað þá þarf þetta að lesa. Þetta er svo leið sem að Drottinn hefur sýnt mér og ég veit að þetta er svona. Lestu meira en minna. Lestu. Og leyfðu síðan andanum að opinbera fyrir þér og já okkur það sem hann vill. Og svo getur þú útskýrt það sem að þú veist fyrir öðru fólki og þannig verður til kennsla sem byrjaði vegna þess að þú varst að lesa og fékkst eitthvað í þig sem að varða einhverju hjá þér og það er það sem þú ert að tala um. Í ræðu og riti. En það er komið að loka þessu þáttar, góða þáttar, þetta er flott að líða og þá verðum við að gera svo vel að hætta því við erum stillt strákar sem að við erum tíma og ég kveð
blæs 2 kerti á og segi bless og við verðum hér aftur að viku liðinni.